Sæl. Takk kærlega fyrir þetta málþing, takk fyrir erindin og ég spennt að sjá það sem á eftir kemur og fyrir pallborðinu. Ég sem sagt núverandi safneignarfulltrúi Nýlistasafnsins, Sigríður Regína, og ég hef tekið að mér að fjalla stöðu okkar út frá hugmyndum söfnun á jaðar í söfnun listaverka. Ég tók við þessu hlutverki hjá safninu fyrir 2 árum og þau hafa verið lærdómsrík. Það forvitnilegt að ganga listaverkageymsluna í Völvufellinu og sjá og finna fyrir allri vinnunni sem að fólk hefur lagt í þetta safn í gegnum tíðina. Allri ástríðinni sem hefur haldið þessu gangandi, gjöfum frá listafólki og sjálfboðavinnu fulltrúa og starfsfólks safnsins. Það áþreifanlegt. Það sést í endalausum ummerkjum skipulagningu og endurskipulagningu, pökkun og endurskráningu fyrir ára. Mér langar að taka stöðuna núna og velta fyrir mér söfnunarstefnunni, hvað ef eitthvað einkennir undanfarin ár, hvað hefur breyst og hvar við erum ef við stillum upp einhvers konar miðju og jaðri, sérstöðu safnsins og leið hvað helst í gangi í safneignunni þessi misserinn. Hvernig við erum enn og aftur að endurskipuleggja, endurskoða áherslur og líta inn á við, eins og Nýlistasafninu lagið, endalaus naflaskoðun, en til þess erum við hér. Ég ætla að byrja á smá samhengi fyrir þau sem kannski þekkja minna til sögu safneignarinnar. Það talaði að Nýlistasafnið hafi verið stofnað 78, meðal annars með það fyrir sjónum að varðveita listaverk sem stóru söfnin, innan gæsalappa, voru ekki að safna og tryggja þannig framhaldslíf þeirra strauma sem einkenndu samtímalist á þeim tíma. Jaðarinn sem ekki var verið að halda utan í öðrum söfnum. Þannig var leitast við að fylla í eyðu sem annars hefði myndast í íslensku myndlistarsögu. Listaverkin í safneignunni eru alfarið gjafir listafólks. Við stofnun safnsins var listafólki gert að gefa 2 verk í safneign til þess að gerast fulltrúar og síðan 1 verk á ári eftir það. Og var þannig tryggt að safneignin myndi vaxa stöðugt. Þessi grein var tekin út úr stefnuskráninni 1990 og þurfti fulltrúar þá að gefa 1 verk á 5 ára fresti, hægari en stöðugur vöxtur samt. Þessi krafa gjafir var að lokum lögð af og núna eru gjafir algjörlega valfrjálsar bæði fulltrúum og öðru listafólki. Í dag státar safneignin tæplega 2700 listaverkum, en það eru þá 300 til 400 verk sem hafa bæst í safneignina síðan 2008 á þá 15 árum þar bil. En ef ég á að vera alveg hreinskilin þá vantar oft komudag í skráningun okkar og ég get bara ekki verið nákvæmari en þetta bil. En ég vel 2008 sem viðmið út af því að bleikabókin, hún tekur fyrir sögusafnsins frá 78 til 2008. Þannig að byrjum svona einhvern veginn 2008 þó að sé svolítið síðan að þá tökum við það sem svona punkt til að miða við. Það bætast almennt séð á bilinu 5 til 20 verk í safneignina á ári en einstaka sinnum koma stærri gjafir. Reyndar þegar ég var að fara yfir þetta í morgun þá kíkti ég hans aftur og ég fattaði að ég er hans búin að reglast á staðsetningunum minni. Að það er sem sagt nokkur af þessum, þó nokkuð af þessum verkum frá 2009 sem voru skráð 2009 eru mögulega eldri verk sem hafa komið í safninguna, þannig að við getum sagt cirka 300. Tælurnar mín eru pínu óljósar, en það er bara partur af því að vera með skráningu sem við farið í gegnum þróun í mörg ár. Allavega, fyrir mér næsta. Hér er listaverkageymslan í Breiðholtinu, í Völvufellinu. Ég ætla að nýta tækifærið og mæla eindregið með því að þið komið í heimsókn. Við erum þar alltaf á þriðjudögum, en þið getið sendt mér bara tölvupóst, þið sjáðu netfangið mitt undir lokin og það er skemmtilegast að fá fólk í heimsókn uppeftir. Samkvæmt skipulagsskrá sem samþykkt var á stofnfundi nýlega árið 1978 var fyrsta markmið safnsins að
bjarga frá glötun, skrásetja, varðveita og kynna listaverk eftir innlenda og erlenda listamenn. Hér sjáðu skipulagsskrána eins og hún var þá og hér til hliðar eru ákvæði gjafir til safnsins sem taka til höfundaréttar. Í dag söfnunarstefna sérkafli í stefnuskrá Nýlistasafnsins og þar ítarlegar farið yfir tilgang safneignarinnar, hlutverkannar og stefnur sem stjórnin hefur samþykkt. Þar koma fram upplýsingar réttindi og skyldur safnsins varðandi gjafir, skráningu þeirra og aðgengi að safneigninni. Það líka klausa það að jafna út kynjahalla, en það sannarlega stundum að stjórnin sækist eftir því að ákveð listafólk gefi í safneignina, en það fer eftir stjórn hvers tíma. Ný söfnunarstefna á döfinni, eins og Sunna búin að nefna, en hún endurskoðuð á 4 ára fresti. Þegar Nýlistasafninu berst tillaga að gjöf fer stjórnin yfir hana og tekur ákvörðun út frá söfnunarstefnu og hlutverki safnsins, en líka getur safnsins til þess að taka á móti verkinu og varðveita það. Nokkrum verkum hefur hafnað, en það undantekningatilfelli. Þetta hefur til dæmis verið gert vegna þess að gjöfin var hreinlega of stór, of mörg aðfeng í raun og veru. Ef stjórnin matar sem svo að safnið hefði ekki bolmagn til þess að taka á móti gjöfinni. Grisjun og afskráning ennþá sjaldgæfari í safneign Nýló, en hefur reynda verið gert að beiðni listamanns. Skiptar skoðanir eru það hvort að það eigi að vera gert. Listamaður hefur til dæmis velt upp þeim möguleika að skipta út verkum í safneign til þess að Nýló eigi að hans mati betri verk og ferli hans. En eitt af því sem gerir safneignina sérstaklega raunar líka að í henni má oft greina þroskaferli listafólks, ef þau hafa verið virk að gefa í safneignina listaverk í gegnum tíðina. Það þá verk sem þeim þótti á þeim tíma verðug, en svo það spurning hvernig samtalið fer ef þau vilja endurskoða það mat. En annað mál að nokkur verk hafa horfið úr safneigninni og við erum núna að rannsaka meðal annars hvort að þau hafi verið grisjuð án þess að það séu til pappírana. En meira það á eftir. Að hvaða leyti getum við talað safneign Nýló út frá hugmyndum jaðar í dag? Það nokkrir eiginleikar safneignarinnar sem gera hana sérstaka í íslenskum safnaheimi og stilla henni að einhverju leyti upp á svoleiðis jaðri. Ég ætla að fara nánar út í hvernig þessum þáttum í næstu glærum. Ef við tölum hefðbundnari safneignir sem ævisögur íslenskrar myndlistar, það má kalla safneign Nýlistasafnsins sjálfsævisögu ákveðinna stefna og strauma í íslenskri myndlist. Listafólk gefur það sem þau vilja að varðveitist og sé aðgengilegt til frambúðar. Stjórn samsett og listafólki samþykkir gjöf og staðfestir þannig tillögur að æviágripum inn í þessa ævisögu. Síðan það varðveisla verka eftir listafólk sem önnur söfn ekki að safna, eins og við búin að nefna, eins og safnið lagði upp með í upphafi. En eðli þessara söfnar hefur breyst eftir að miðjusöfnin fóru að safna fjölbreyttari samtímalist í seinni tíð og megnið af þeim listamönnum sem mynduðu upprunalegan hóp fulltrúa sannarlega núna að finna í mörgum öðrum safneignum, kanónur. Nýló tekur líka inn í safneignina verk sem eru sérstaklega forgengileg og mætti segja að safneignin sé vægast sagt á flóknari kantinum í varðveislu. Við höfum líka aðra sérstöðu í safnkostinum í gjörningaarkífinu, en Nýló safnar bæði heimildum gjörninga og gjörningum sem ekki að finna í öðrum íslenskum safneignum. Þegar ég var að undirbúa þetta erindi þá fór ég yfir þau 500 listaverk sem hafa bæst inn í safneignina á undanförnum það bil 15 árum. Þar fann ég 44 listamenn í það minnsta sem að ég fann ekki í safnkostum stóru listasafnana eða reyndar í neinum af þeim sem að notast við SARP. Þessi listi reyndar ekki tæmandi en það vantaði eins upp á skráningu til þess að ég geti fundið fleiri, en mig grunar að séu fleiri. Þessi verk hafa mitt bæst inn síðan 2008 og nota það sem við meðan þá og Nýló þannig á einhvern hátt ennþá að fylla í eyður í ævisögunni sem sögður hjá þeirrum söfnum.
En listafólkið sem ræðir á jaðri fyrir utan það að vera ekki í stóru safningunum? Það ennþá eiginleiki jaðars á þann hátt sem það var við stofnun Nýló? Til dæmis Huldarós Guðnadóttir nýverið búin að gefa verk í safninguna. Verk hennar ekki að finna í öðrum íslenskum safningnum, en við myndum tæpast tala hana sem jaðarmyndlistamann, enda hefur hún verið með stórar einkasýningar, til dæmis í Listasafni Reykjavíkur, og nokkuð skrifað hennar verk. Það samt auðvitað ákveðin jaðar fólgin í því að verk hennar eru ekki í safningnum miðjusafnana. Það á sama tíma einmitt eðli listaverka í dag sem hefur að einhverju leyti endurskilgreint samband safningnar og jaðars. Varðveitanleiki hefur ekki sömu þyngd og það að tilheyra safnign auðvitað ekki eina skilgreiningin á því að vera hluti af miðjunni. Með gjöf til Nýlistasafnsins listaverk samt sett inn í það samhengi af frumkvæði listamannsins að það skuli vera varðveitt sem áframhaldandi partur af listasögunni, frekar en svona moment sem ekki er hægt að setja upp aftur í öðru samhengi. Annað sem einkennir söfnun Nýló ákveðin dirfska hvað varðar listaverk sem eru flókin í varðveislu og enduruppsetningu. Nýló á það til að taka á móti verkum sem ég hugsa að önnur söfn myndu ekki varðveita út af forgengileika þeirra. Þá algjör grundvöllur að vera með vilja listamannsins á hreinu, hvernig og í hversu breyttu ástandi má til dæmis sýna verkið. Ef það ekki möguleiki á að sýna verkið í einhverju ástandi, þurfum við þá að endurskilgreina fyrir hvern við erum að varðveita tiltekið verk. Ekki lengur fyrir áhorfanda á myndlistasýningu, heldur fyrir rannsakanda eða listfræðing sem að sér það í kassa í listaverkageymslunni. Fyrir nokkrum árum fór ég á sýningu í Moderna Museet í Stokkhólmi og sá verk sem hefur setið svolítið í mér og mér finnst áhugavert í þessu samhengi. Það var sýning á nýjum verkum í safning, en í COVID hafði ríkisstjórn Svíþjóðar látið gífurlegt fjármagn renna til stofnunarinnar með það fyrir sjónum að kaupa verk af sænsku myndlistafólki. Vá. Eitt verkanna var eftir Súsunu Jablonski, það þetta, og það var alveg svona hringlaga hrúga af lavender á gólfi með svífandi neonhring yfir. Til þess að bæta verkinu í safnegn Moderna og sýna það höfðu lavenderblómin verið þurrfryst, þannig að það var engin lykt af þeim, en maður hefði haldið að það væri æskilegur eiginleiki verksins. Þetta var nýtt verk, þannig að þetta var í rauninni gelding við fæðingu verksins. Þarna fór fram mat á mikilvægi eiginleika verksins og mjög einkennilega ákvörðun tekin að mínu mati sem ég held að hefði aldrei verið gert í safni eins og Nýló. Þetta ekki einhvers spurning varðveislu, heldur líka mögulega áhættu fyrir önnur listaverk í sýningarrýminu sem vó meira en þessi eiginleiki verksins í þessu tilfelli. Þetta svona dauðhreinsun fyrir sýningarrýmið. Öll svo glíma við áskoranir við enduruppsetningu eldri verka. Hérna. Öll söfn glíma við áskoranir við enduruppsetningu eldri verka, en Nýló á þó nokkur listaverk sem unnin eru á þann hátt að þau kalla á krefjandi lausnir. Núna nýlega má nefna þetta verk sem ég sé hér eftir Níels Hafstein sem var á sýningunni Hinsinnum fram aðra, en pókarnir voru upprunalega stútfullir á lofti þeir voru sýndir 1973. Í safngeymslunni voru þeir alveg tómir og við það var ekki möguleiki á því að fylla á lofti aftur. Við endum á því að fara í samtal við Níels og með aðstoð Natalie Forvarðar endum við á því að fylla á lofti, að gera lítil götu og fylla á lofti í póka innanundir. Ég að reyna spóla smá áfram, en ég ætla bara að fara á næsta. Þetta hinn endinn á því að varðveita flókin og forgengileg verk. En það krefst þess að tilætlun og vilji listamannsins liggi fyrir í öllu falli. Þess vegna djúpskráning listaverka og arkífvinna eitt af mikilvægasta sem gerist í safningnavinnunni, sem krókaleið til þess að fara að tala um heimildasöfnin. En þau eru varðveitt í völvufallinu hjá safningunni. Arkífin eru 3 eins og stendur, en verða bráðum 4. Gjörningaarkífið, arkíf listamanna Reykjum rými, arkíf Nýlistasafnsins sögu þess, sýningar, viðburði, listamenn og núna bráðum arkíf horfinna verka.
fræðfólk og listrannsakaður heimsækja arkífin reglulega og ég býð ykkur velkomin aftur að koma í Breiðholtið og kíkja það. Ein helsta sérstæða Níló hvað varðar tegund aðfanga og söfnun gjörningaarkífið, en þar skarast arkíf og safneign á áhugaverðan hátt. Það geymir heimildir gjörninga, lýsingar, viðtöl, upptökur og leifar en líka gjörninga. Þannig að safnið á bæði heimildir gjörninga og gjörningana sjálfa. En svoleiðis listaverk hafa alltaf augrað varðveislu og söfnun og þeim hugmyndum sem við höfum list innan stofnana. Gjörninga ekki að finna með sama hætti í öðrum íslenskum söfnum, þrátt fyrir að gjörninga séu sýndir og þeim gert hátt undir höfði. Aftur komum við að eðli listaverka í samtímanum, hvað varðar jaðar og miðju, og aftur lendum við á mikilvægi djúpskráningar tilætlan listamannsins. En hvað varðar skráningu, þá komið að því að nefna yfirstandandi risastórt verkefni í safningninni sem snýst skráningu og varðveislu á því sem ekki til staðar. Þetta verkefni stemmir kannski einmitt frá því að safningnin á þessum jöðrum sem við erum búin að nefna, en núna unnið að því að safna upplýsingum verk sem hafa horfið úr safningninni í gegnum tíðina. Við erum að rannsaka hvert verk fyrir sig, ganga úr skugga að það finnist ekki í safngeymslunni eða annars staðar, og ef það staðfest horfið, þá reynum við að fanga hugmyndum verkið í arkífi horfinna verka, endurheimta það á einhvern hátt. Verkefnið hefur líka leitt til þess að ýmis önnur vandamál hafa verið afhjúpuð og jafnvel leyst. Síðasta vetur réðust við í alfsherjað yfirferð eða survey, þar sem hver hilla fyrir sig í safngeymslunum var skoðuð, staðsetning allra verka staðfest og þau gróflega ástand skoðuð í leiðinni. Hér má sjá gröfum niðurstöðurnar og hérna svona ástandsvandamál sem við þurfum að leysa hérna á lista undir. Já, þetta bara, spólum við þetta. Verkefninu fylgdi að safneignin og arkífin tóku yfir sýningarrýmið tímabundið og fólki boðið að koma og rannsaka bæði hornverkin og óþekkt verk í safneigninni. Nú undirbúum við útgáfu bókar. Þetta verkefni hefur einmitt dregið fram mikilvægi skráningar, ekki einungis samhengi listaverka þegar þau komi inn í safneign, heldur við hvert skref og hverja breytingu í geymslunni. En hver þá niðurstaðan? Jaðarinn sem nýlistasafnið endurspeglar jaðar dagsins í dag eða bara fortíðarinnar? Kannski sitt lítið á hvoru? Það eru auðvitað margar leiðir til að vera á jaðri. Níló þjónar ennþá að einhverju leyti sínu upprunalega hlutverki hvað varðar það að fylla inn í eyður í ævisögu íslenskrar myndlistar og safneignin endurspeglar einhvers konar jaðar þrátt fyrir að hann hafi breyst mikið í gegnum tíðina. Það í eðli safnsins að vera síbreytilegt með hverri nýrri stjórn sem hefur nýjar áherslur, en í grunninn stefnan svo sama. Núna vinnur stjórnin, eins og við erum búin að tala að nýrri söfnunarstefnu og það dýrmætt fyrir okkur að taka þátt í þessu málþingi einmitt núna þegar sú vinna á sér stað. Það bara takk fyrir mig.